Já, við ætlum að slá á þráðinn til London. Þar Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur. Tilefnið náttúrulega að það verður kosið í Bretlandi á morgun. Hvað ekki alveg ljóst hvernig þessar kosningar enda, Guðmundur? Jú, það nokkuð ljóst, en það eru samt nokkur spurningamerki, sérstaklega hvað þarna hvort að hvað mörg þingsæti íhaldsflokkurinn nær, hvað mörg þingsæti verkamannaflokkurinn nær og líka spurningin minniflokkana Reform, græningja og Liberal Democrats sem hvað mörg þingsæti þeir fá. En ég held að sé nokkuð ljóst að verkamannaflokkurinn vinnur þessar kosningar. Spurningin bara hversu stórt í þingsætum talið. Já, eru allir og amma þeirra eins og sagt að senda frá sér kannanir þessa dagana og fylgi verkamannaflokksins svona frá 42% en allt niður í 36 sem að svona í sögulegu samhengi engin sérstakur árangur. Nei, það má taka til sem dæmi samanburð í kosningunum 2017 þegar að Jeremy Corbyn fyrstu kosningar hans að þá fekk verkamannaflokkurinn 40% atkvæða á mikið uppsveiflu sérstaklega í ungum kjósendum, meðan íhaldsflokkurinn vann þær kosningar án þess að hann á meirihluta á 42%. Þannig að það sem hefur gerst ekki það að verkamannaflokkurinn hafi styrkt sig mikið. Þetta hefur hann styrkt sig með kosningarnar 2019 sem voru mjög sérstakar kosningar þar sem verkamannaflokkurinn fékk ekki nema 33% fylgi en á tapaði mörgum þingsætum en það hrun íhaldsflokksins sem að mun skipta sköpum í þessum kosningum. Já, þar munurinn líka mikill, þar í sumum könnunum allt upp í 24%, oftast í kringum 20% en allt niður í 16% sem að kannanir segja til Nákvæmlega. Ég sá til dæmis athyglisverða könnun í gær þar sem að verkamannaflokkurinn var á 39%, íhaldsflokkurinn á 23% ef ég man rétt og Reform á 16%. Þannig að það öllum líkindum verður svona Reform eitthvað milli 15-18%, íhaldsflokkurinn einhvers staðar á milli 20-25%, mér finnst það ólíklegt að þeir fari neðar en 20%. Þannig að það stefnir ekki í eins og var á ákveðnum tíma í kosningabaráttunni þá gat stemt í það að Reform yrði stærri en íhaldsflokkurinn í prósentulegum skilningi. Þeir eru aldrei stærri í þingmannatölu vegna þess að íhaldsflokkurinn með nokkuð örugg þingsæti. En það virðist ekki stefni í það, en það alveg ljóst að hægri fylgið mjög klofið í þessum kosningum og kannski algjörlega vegna þess að Reform fær öllum líkindum 15-20% atkvæða, 15-18 kannski, raunhæfara. Og samanlagt mundi þá hægrið sem þá íhaldsflokkurinn og Reformflokkurinn vera með meira fylgi en verkamannaflokkurinn, eða svona álíka mikið. Já, en þá verðum við líka að telja græningjar sem teljast líklega lengst til vinstri kringu 6%, þannig að ef þú leggur það við vinstra fylgi þá það þá allir líkindum hærra heldur en samanlagt fylgi hægri flokkana tveggja. Við höfum verið að tala frönsku kosningar á rauðaborðið svona undanfarið. Þar þjóðfylkingin fekk 34% fylgi og ef að væri ekki önnur umferð í frönsku kosningunum að þá hefði það dugað þjóðfylkingunni til þess að ná meirihluta miðað við svona bresk kosningalög. Það bara sá sem með mesta fylgi í hverju kjördæmi, hann fær þingmanninn. Og það það sem raunverulega mun gerast að verkamannaflokkurinn mun ná afgerandi meirihluta í gegnum 36-37, það skiptir lengur málið þótt að færi niður í 35 eða 34 að þau myndu ná yfirgnæfandi meirihluta vegna þess að atkvæði hinna dreifast mjög víða. Já, taka sem dæmi það var ekki, verkamannaflokkurinn fékk ekki nema 35% fylgi í kosningunum 2005 en þá náðu þeir samt meirihluta út á það. Þannig að þetta eðlileg einmenniskjördæma þetta bara first past the post, það að segja sá frambjóðandi sem fær flest atkvæði. Þú getur verið með, og það nokkur kjördæmi þar sem svona three-way split, það að segja 3 flokkar geta verið inni
því. Þannig að þú getur hugsanlega verið með einn flokk með 20.000 atkvæði, annar með 19.999 og annar með 19.998, sá sem er með 20.000 myndi vinna þær kosningar. Það sem að síðan erum við með frjálslynda demokrata sem að öllu líkindum munum stór auka þingmannafjölda sinn, þó svo að þessi ekkert að auka svo mikið fylgi, það eru ívið betri árangur núna en áður, en ástæðan er svo að þeir eru svona skæðari keppinautur við íhaldið í suðrinu og víðar, þar sem að reformflokkur Farage nær ekki nógu miklu fylgi til þess að geta ítt íhaldsmanninum af þingi. Það sem að frjálslyndir demokratar er eiginlega valkosturinn á móti íhaldinu frekar heldur verkamannaflokkurinn. Já, frjálslyndir hafa löngum stundað það, sérstaklega og gerðu þeir hófa að gera það á Blair-árunum, að þar sem þeir voru að keppa við verkamannaflokkin sem eru nokkur þingsæti, ekki eins og mörg og þeir eru að keppa við íhaldsflokkin, taka sem dæmi Cambridge, eru gott dæmi Oxford, þar sem þeir eru að vera að keppa við verkamannaflokkin. Þar hafa þeir tendensa til þess að vera með vinstri sinna kosningabaráttu og eiginlega tæklað verkamannaflokkin frá vinstri. En þar sem þeir eru að keppa við íhaldsflokkin, þar eru þeir keppa svona harða miðjupólitík til þess að ná til sín fylgi íhaldsflokksins. Og líka sem er eðli þessar kosningafyrirkomulags að flokkar eru mjög svæðisbundir hérna almennt í Bretlandi, en sérstaklega Liberal Democrats eða frjálslyndi lýðræðisflokkurinn, þeir eru aðalega sterkir í suðvestur og suðaustur svæðunum í Bretlandi og þar eru þeir að keppa við íhaldsflokkin. Sögulega er verkamannaflokkurinn ekki með mikið fylgi í Suður-Englandi fyrir sunnan London, suðaustan og suðvestan, nema í borgunum. Þá Exeter, Southampton og Brighton og slíkum borgum, þar hafa þeir verið með fylgi en ekki í minni bæjum og sveitafélögum. Og þarna eru miklir möguleikar fyrir frjálslynda lýðræðisflokkin að bæta við sig og ég held að hluti af því hversu mikið hrun íhaldsflokksins verður í þingsætum séð komið til með að verða vegna þess að hversu með margum þingmönnum þeir tapa til frjálslynda lýðræðisflokksins á þessum suðursvæðum vegna þess að þess lítur allt út fyrir það að verkamannaflokkur sé ná vopnum sínum aftur í bæjum, minni bæjum og millistórum bæjum í norðrinu sem þeir töpuðu til íhaldsflokksins mörgum 2019 í seinustu kosningum og þurrkaðu borgirnar. Það hafa þeir lengi gert. Corbyn þurrkaði upp borgirnar í 2019 þegar maður voru afar slæma kosningar fyrir verkamannaflokkin en samt þurrkuðu þeir upp fylgið í stærstu borgunum eins og London, Liverpool, Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester, öllum þeim borgum var verkamannaflokkur hélt stöðu sinni, sérstaklega í London, hélt stöðu sinni mjög sterk. Það eru minni bæirnir sem þeir eru að ná aftur núna og þetta svokallaða rauða belti sem Boris Johnson náði fylgi, það voru svona minni oft fyrrverandi námubæir eða sem að höfðu alltaf kosið almennt verkamannaflokkin en voru mjög fylgjandi Brexit en þeir verðast hafa orðið allavega mjög það miklum vonbrigðum fyrir íhaldsflokkin að þetta fylgi kemur allt tilbaka til verkamannaflokksins eða stefnir í það. En frjálslyndir mun bæta þingmönnum þeirra mun fjölga, það er eiginlega það kemur öllum mikið á óvart ef að svo er það ekki. En reform eða endurreisnarflokkur, Farage, er þið svona víðast hvar túlkað sem sigurvegari kosninganna. Það er sá flokkur sem að stór eigur fylgi sitt lang mest. En þeir mun uppskýra tildur að fá að þingmenn. Hvernig verður þá staða þessa flokks og Farage eftir kosningarnar?
þetta mjög athyglisverð spurning. Sko, vegna þess að fylgi reform nokkuð jafndreift, reyndar eru þau með miklu minna fylgi í borgunum heldur en í bæjunum. Það virðist þannig að þessi svona útlendinga fjandsamlega stefna þeirra virkar mest þar sem að engir útlendingar. Það hefur bara sögulega verið þannig. Þar sem eru flestir fólk af útlendubergi brotnir eins og í London, Birmingham, Manchester og fleiri borgum. Þar reform tiltölulega lítið fylgi, meðan að þeir eru með miklu meira fylgi í svona hvítum bæjum, sérstaklega í suðurhlutanum. En að því að þetta fylgi dreifist tiltölulega jafnt að þá gæti farið svo að flokkurinn fengi ekki eitt einasta þingsæti. Líklegt að þeim takist kannski að skrapa upp í 2-3 þingsæti, en það sem gerist eftir á verður mjög athyglisvert vegna þess að það mjög mikla deilur innan Íhaldsflokksins núna. Annars vegar milli þeirra sem að vilja fara eiginlega bara í populíska hægristefnu og taka þá Frakkland og Bandaríkin sér til fyrirmyndar og reform ákveðnuleyti birtingamynd. Paras til dæmis mikill stuðningsmaður Donald Trump. Og þessi armur ekkit ólíklegt að hann gæti náð undirtökunum í Íhaldsflokknum. Og þá enn athyglisverð spurning. Mun þá reform sem maskína og aktivistar vera til dæmis tilbúni til þess að fara inn í Íhaldsflokkin og gæti til dæmis Paras orðið kosin formaður Íhaldsflokksins. Þetta allt möguleikar sem til í myndinni vegna þess að Íhaldsflokkurinn hefur þrátt fyrir allt með mjög svona sterkt vörumerki, brand, og það mjög ólíklegt að honum verið út fyrir nýjan flokk, það að segja reform taki yfir algjörlega, en það meiri líkur að þessi tendens í pólitík taki yfir Íhaldsflokkin. Það hefur ekki gerst síðan í upphafi síðustu aldar þegar verkamannaflokkurinn ýtti frjálslyndaflokknum til hliðar að nýr flokkur hafi náð að festa sig í sessi í Bretlandi. Þannig að breskir íhaldsmenn munu meta sig svo að við ætlum ekki að fá sömu örlög og gólistar fengu í Frakklandi. Heldur ætlum við að umbreyta okkur í þjóðfylkinguna og verða nýji íhaldsflokkurinn og bjóða þannig fram. Það finnst mér líklegra heldur en það en svo auðvitað til í því. Það hefði enginn sagt fyrir svona 5-10 árum þá að Le Pen flokkurinn í Frakklandi hefði verið í uppsveiflu. Það hefði enginn getað sagt það fyrir að hann myndi að hið sterka klassíska hægri sem búin að hafa flesta forseta í Frakklandi eftir stríð, að það eiginlega þurrkað út og það var þurrkað út bæði frá miðju og frá hægri. Það að segja Macron tók yfir miðjufylgi þeirra og Le Pen tók yfir hægri fylgi þeirra. Þannig að sá flokkur ekki nema svipur hjá Sjón eitthvað 7-8% fylgi ef ég man rétt. Og Le Pen og hægri fylking hennar eiginlega raun og verið að taka yfir það. Það þetta mögulega slíkt gerðist í Bretlandi, en mér finnst samt líklega vegna þess að það mjög sterk öfl innan Íhaldsflokksins sem bara algjörlega sammála að fara en ætla samt að, og Íhaldsflokkurinn búin að vera að reka ákveðna hræðslu áróður í þessum kosningum að ef að menn kjósir í forma þá séu þeir að kjósa verkamannaflokkin, svona klassísk taktík. Og þetta virðist hafa að virka vegna þess að á tíma leit út fyrir að reform gæti jafnvel fengi jafnmikið fylgi og Íhaldsflokkurinn, en það verður aðeins snúist við. Og þetta hafa þeir keyrt á þannig að flokksmenn Íhaldsflokksins að stórum hluta ekkert fráhvarfir stefnumálum reform, en það sýnir það sig að stór hluti af fylgi þeirra tilbúið til þess að þrátt fyrir einmenniskjördæmin að kjósa flokk sem að það veit vel á litla möguleika að fá marga þingmann.
Rök Farage hafa verið þau að það ekki ég sem að búa til sigur Verkamannaflokksins. Þið voru búin að tapa stöðunni til Verkamannaflokksins áður en að Reform tilkynnti eins framboð. Þannig að nú tækifæri til þess að kjósa hvaða stefnu þið viljið að hægri fari raunverulega í Bretlandi. Þannig að ef ég umorða það sem að mér heyrist hann vera að svara þessari gagnrýni. Þetta alveg rétt og hann hafði alveg rétt fyrir sér að íhaldsflokkurinn var orðið mjög svona var hrunin og þetta má rekja til þess að hann hefur aldrei jafnað sig á því sem að gerðist þegar Liz Truss var forsætisráðherra styttri tíma heldur en Kálhaus endist eins og frægt var og henni tókst gersamlega að jarða það sem að íhaldsflokkurinn átti eitt eftir. Það var að þeir voru gátu alltaf veifa því að þeir væru betri eða héldu því fram og fólk trúði þeim, allavega meirihluti kjósenda trúði þeim, að þeir væru betri í að fara með efnahagsmál. Og þar sem að Liz Truss rústaði þessu hjá þeim, að þá var orðið ekkert eftir nema populismin og þannig að við erum búin að vera að horfa á kosningar inn í Bretlandi þar sem íhaldsflokkurinn er raun og vera að keyra sömu populísku málunum og Reform. En í raun og vera með því að gera það. Svipaður við þekkjum þetta frá. Já, með því að gera það að þá eru þeir raun og veru sama og gerðist í Frakklandi að hægri menn voru að reyna að koma í veg fyrir fylgistap yfir til íhaldsmanna til Le Pen úr íhaldsflokknum að þá eru þeir að gera þessari svona populísku mannfjandslegu og útlendingahata stefnu Reform miklu hærra undir höfði. Þannig að í raun og veru þá eru þau bara menn, núna virðist vera allt í lagi að kjósa frá svona worst instinct. Það er að segja, menn það kraumar stundum það stutt hjá mörgum kjósendum í Bretlandi, það var hansi stutt í rasisman. Og þegar að búið að gefa svona ákveði leyfi með kosningabaráttu íhaldsflokksins að gera það, að þá sér fólk ekki hvers vegna ekki að kjósa orginalinn, það er að segja Farage. Við þekkjum þetta hérna frá Íslandi sem að þegar að Sjálfstæðisflokkurinn ákveður að taka svolítið upp stefnu Miðflokksins og Miðflokkurinn heldur í fram að hann sé raunverulega ekta Sjálfstæðisflokkur að þá sjáum við einmitt þennan fylgisveifluna fara frá Sjálfstæðisflokknum til Miðflokksins en ekki til þess að styrkja Sjálfstæðisflokkin sem að veikist og veikist. Þetta er nákvæmlega það sem gerist. Og það sem að þau erum að tala hægrið, sem náttúrulega kannski tíðindin, það sem að breytingin í kosningunum. Við gætum nefnt hérna spillingamál sem hafa veikt skoska þjóðarflokkin, en allt leiðir þetta til þess að verkamannaflokkurinn mun vinna sögulegan sigur í þingmönnum talið, þó svo hann sé ekkert að slá neinn met í fylgi. Þá munum við fá ríkisstjórn Keir Starmer sem að tekur við af ríkisstjórnum íhaldsflokksins, þar sem hefur verið skipt aftur forsætisráðherra og leiðtoga og þjóðin orðin svolítið langþreytt á íhaldinu og vilja losna við íhaldið og það kannski svona takturinn svolítið á baku þessar kosningar líka. En við fáum ríkisstjórn sem að kannski, það er ekki það eins og fólk hafi verið að velja hana að þetta sé ríkisstjórn sem að byrjar í einhverjum stórkostlegum meðbyr eða hvers konar hveitibrauðsdaga mun þessi ríkisstjórn Keir Starmer fá? Það er nefnilega mjög athyglisvert að það öllum líkindum. Þetta eru mjög merkilega kosningar að því leyti að alla skoðanakannanir á skoðunum fólks, það er ekki segja hvað þeir eru alltaf að kjósa, heldur bara almennum pólitísk skoðunum fólks, er það að fólk vil ganga miklu lengra heldur en forysta verkamannaflokksins er tilbúin til að gera. Þannig, og meira segja þeir hafa líka gert kannanir, ég var að skoða einast líka, að 80% kjósenda verkamannaflokksins býst við því að það eigi eftir að auka töluvert framlög til innviðan og ríkisbatterísinn að miklu fjármagni verði veitt miklu meira fjármagni verði veitt til sveitarfélagana, miklu meira fjármagni verði veitt inn í heilbrigðiskerfi og þetta eru væntingar kjósenda verkamannaflokksins. En Starmer og klíkan í kringum hann eru raun og veru búin að binda sig fjárhagslega í því að þetta verður mjög erfitt. Þeir eru búin að lofa að hækka ekki nema einhverja svona minniháttar skatta. Þannig að þeir eru eiginlega búin að binda sig á kláfa
fjármálastefnu íhaldsflokksins seinustu 14 ára. Þannig að það mjög líklegt að vera mjög mikil vonbrigði með út frá væntingum og þá kemur spurningin þá ákveðin hætta. Þegar Macron kom inn að þá var hann talinn var hann nokkuð vinsæll og var talinn að hann væri svona mjög capable stjórnandi á miðjunni, en svo fór hann að keyra bara harða nýfrjálshyggjustefnu sem gerði það að verkum að væntingar þeirra sem kusu hann miðað við það sem að ríkisstjórnin framfylgdi, það var mikið bil þar á milli og þetta hefur leitt til hruns Macrons miðjunar og aukist fylgi töluvert til í popúlíska hægrinu og líka í róttækari vinstrinu. Og þá það spurningin, þetta gæti mögulega gerst í Englandi að verkamannaflokkurinn að það væntingarnar verði það miklar að fólk verði fyrir miklum vonbrigðum og það muni leiða til polariseringar í pólitíkinni sem að hafa gerst í Frakklandi. Þetta auðvitað bara svona vangaveltur inn í framtíðina, en þetta geti mögulega gerst vegna þess að skoðanakannanir svart á hvítu sýna það að væntingar kjósenda verkamannaflokksins eru miklu róttækari heldur en loforð og stefna forystunar. Svo það líka, maður sér það í könnunum þegar það verið að mæla svona traust á stjórnmálamönnum að Keir Starmer, það er kannski 20% sem að bera til hans traust og hafa trú á honum, en svo eru kannski 2,5 fleiri sem að hafa ekki traust til hans eða hafa enga trú á honum. Þannig hann mun byrja sem forsætisráðherra á svona 9 tímabili, þannig að íhaldsflokkurinn að fara frá eftir 14 ár. Þannig hann byrjar kannski á svona veikari stöðu en maður myndi ætla þegar að verða svona straumkörf í stjórnmálunum. Þetta eru eiginlega má segja fyrstu kosningarnar sem ég man eftir í Bretlandi, þar sem að allir stjórnmálamenn eru óvinsælir. Allir leiðtogarnir eru óvinsælir, það er bara mismunandi mikið. Allir leiðtogar íhaldsflokksins, allir helstu ráðherrar íhaldsflokksins eru gífurlega óvinsælir. En leiðtogar verkamannaflokksins eru alls ekki vinsælir heldur og Starmer varla hann skrýði í positíft. Það er að segja þegar þú tekur þá sem að hafa ekkert álit á honum versus þá sem hafa mikið álit á honum og allt þar á milli, hann er í kringum 0. Meira að segja, en aftur á móti svona flest, það er andstaðan við hann er minni, sérstaklega pólitískum andstæðingum heldur en til dæmis með Corbyn sem var miklu polariserandi. En aftur á móti var Corbyn dáður á stórum hluta almennings í Bretlandi og var mjög elskaður leiðtogi, þá var maður hataður líka og kosningunum 2017 sem eru bara 7 ár síðan að þá fekk fólk, sérstaklega ungt fólk, fekk von í pólitíkinu og þetta verðist hafa horfið alveg með Starmer-forystunni að sérstaklega ungt fólk kemur til með að kjósa allir líktigjöndum verkamannaflokkin en með hangandi haus. Og þetta er ólíkt því þegar að svona miðjusækjandi verkamannaflokkun náði sigri. Nú er ég að ganga út frá því að verkamannaflokkurinn vinna og ég held að það sé ekkert sem getur breytt í. Að Tony Blair var gífurlega vinsæll í upphafi kjörsins en aftur á móti er hann mjög óvinsæll í dag vegna þess að meðal annars með þessa væntingaginnungargap er það að væntingarnir voru miklu meira en hann gerði á endanum. En Starmer byrjar ekki einu sinni með þetta. Og Macron var vinsæll í upphafi. Sko, Starmer er ekki einu sinni að byrja með þetta. Fólk að kjósa hann sem skástakostin, frekar en að kjósa hann vegna þess að það hlakki til að Keir Starmer verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Þetta kemur allt í ljós á morgun. Það má vera, sem að stundu gerist, að kannanir ná ekki utan sveiflu og það er erfiðara fyrir kannanir að ná utan sveiflu eftir því sem eru meiri og það hefur líklega sjaldan verið kosið í svona meiri
óvæntri deiglu stjórnmálana heldur en einmitt í Bretlandi á morgun. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum þó að við svolítið tölum eins og það sé ljóst, þá er það ekki alveg þannig. Það getur verið að það komi fram eitthvað óvænt upp úr kjörkössunum. Það til í því og sérstaklega að sko þingmannafjöldi þó að það sé nokkuð held ég ljóst að verkamannaflokkurinn vinni góðan sigur að þá getur sko sveiflan verið allt í 100 þingmenn, sama því íhaldsflokknum. Íhaldsflokkurinn getur dottið niður í 2 stafa tölu í þingmannu en getur líka verið í nála 200. Þannig að og frjálslyndi sem ekki með nema 10 þingmenn núna, þeir getur stokkið upp í 40 en þeir getur líka farið bara upp í 18. Þannig að það eru margar sko óvissuþættir inn í og Reform gæti allt í hennu dottið inn. Ef að þeim tekst á ákveðnu svæðum að ná umfram landsfylgisi sem að þeim hefur gengið erfiðlega, að þá getur þeir dottið inn með kannski 10 þingmenn en þeir getur líka verið með hingan. Þannig að það ákveðin spenna í þessu held ég. Þó að ég held að þessi þurfi himinn og haf þurfi að farast áður en að verkamannaflokkurinn nægi ekki meirihluta. Við sjáum til, ég heyri þér eftir kostingarnar, Guðmundur, kæra þakki fyrir að koma hingað inn á Rauða borðið. Endilega, þá getum við greint og þá étum við upp það sem við höfum sagt rangt í þessu viðtali. Ok, kæra þakkir, en við ætla að halda áfram hérna við Rauða borðið og þátturinn heldur áfram, þessi sumarútgáfa að Rauða borðinu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is